byrja ef þú vilt. Já, ég þarf að koma inn á hætti. Ég vil biðja bæjarfulltrúa að taka sér sæti. Nú, þetta 522. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn hér í Tjarnargötu 12, 16. maí klukkan 17. Og þeir sem eru mættir af bæjarfulltrúum eru Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Alexander Ragnarsson, Kristinn Þ. Jakobsson, Jóhann Sigurbjörnsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson og Baldur Guðmundsson. Og við hlið púltsins situr bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Nú, það eru 6 mál á dagskrá. Það fundargerðir bæjarráðs frá 4. og 11. maí. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. maí, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 2. maí, fundargerð 4. mál fundargerð velferðarráðs frá 4. maí, 5. mál fundargerð menningarráðs frá 11. maí og að síðustu fundargerð fræðsluráðs frá 12. maí. En við göngum þá til verka. Fyrsta mál á dagskrá, fundargerð bæjarráðs 4. til 11. maí. Ég gef orðið laust. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Spurning hvort við ættum að viðhalda þessari hefð að klappa fyrir fólki þegar það kemur upp og klappa þegar það lýkur máli sínu eins og gert þegar ungmennar hérna. Það óneitanlega skemmtilegra heldur en léttara í ljósi þess að jákvæðni skilar meiri árangri heldur en neikvæðni en aðeins 1100. En eftir síðasta fundi bæjarráðs þá voru nokkur mál tekið fyrir sem langar aðeins að koma að. Það fyrsta lagi er mál númer 5 sem var ferðamálastefna Reykjanesbæjar. En þar var lagt fram grunnstefna í ferðamálastefnu Reykjanesbæjar sem kemur frá og unnin hefur verið embættismönnum bæjarins. Ástæðan fyrir því ég nefni þetta hérna núna er það að nú fer þetta í nefndir Reykjanesbæjar og síðan kemur þetta inn í bæjarstjórn og vil ég hvetja ykkur bæjarfulltrúa alla að lesa þetta vel og vera dálítið virk í því að gera ferðamálastefnuna okkar þannig úr garði að hún sé okkur til sóma og horfi til framtíðar. Endilega að kíkja á hana. Annað sem við langar að nefna hérna í þessari dagskrá á þessum bæjarráðsfundi var tekið fyrir málum sem varðar minni gistiheimili á Djúpavog 20 segi í Höfnum. Þar var verið óskað eftir því að fá heimild til að vera með gistiheimili inn í íbúðabyggð. Eins og sést í þessari bókun og þá bókaði bæjarráð gegn því að rekstur gistiheimila verið heimil á því svæði sem skilgreint íbúðasvæði í skipulagi bæjarins. Þetta er mjög stór ákvörðun að mínu viti og stefnumarkandi fyrir bæjarfélagið. Það hefur verið mikil umræða bæði heimilgistingar og gistiheimili víða land og á stundum öll fundi mikið til foráttu og ég mjög ánægður með það að bæjarráð
tók þessa ákvörðun eða ákvað þetta að heimila ekki reksturinn á svæði sem skilgreint íbúðasvæði. Þetta er stór ákvörðun og tel ég að þetta þurfum við að skoða vel og hvernig við viljum sjá þessi gistiheimili og heimigistingu vera áfram. Síðan í næstu fundagerð á fundi bæjarráðs 11. maí síðastliðinn eru nokkur mál sem ég langar aðeins að segja frá. Í fyrsta lagi það dagskrárliður 2 sem aðlögunaráætlun, en þar var lagt fram bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og með leyfi forseta, en þar segir meðal annars: vísaði til aðlögunaráætlunar Reykjanesbæjar, samþykkti bæjarstjórn 18. apríl 2017. Eftirlitsnefnd hefur borist aðlögunaráætlun frá Reykjanesbæ þar sem fyrir ætlan þess að ná viðmiðum 1. tölulið 2. málsgreinar 64. greinar sveitarstjórnarlaga. Ég ætla nú ekki að lesa allt þetta, en það sem kannski skiptir máli í þessu bréfi að það segir í lokin að eftirlitsnefndir óskar ekki eftir frekari upplýsingum frá sveitarfélaginu vegna skyldu þess að útbúa aðlögunaráætlun í samræmi við 16. grein. Þetta er náttúrulega alveg risa skref sem við höfum tekið með á undanförnum árum í samstarfi við eftirlitsnefndina, og nú komið staðfesting frá eftirlitsnefndinni að þeir óska ekki eftir frekari upplýsingum vegna þessar áætlunar og þeirra stöðu sem í sveitarfélaginu. Þetta er viðurkenning á því sem bæjarstjórn hefur verið að gera og ætla ég óska ykkur öllum til hamingju með það. Þetta er stór áfangi og sá stærsti sem við höfum tekið núna síðustu árum, en eins og við öll vitum að þá var markmið þess meirihluta sem hér starfar núna að koma skipinu fyrir vind, og erum við á góðri leið með að koma skipinu í höfn, sem er stór áfangi og fyrir það ber að þakka. Og ef ég ætti kampæn, þá myndi ég bjóða okkur öll í kampæn. Annað mál sem við nefna hérna líka er kannski málefni Ásbrúar. Það dagskrárliður 3, var líka í fyrri fundinum í bæjarráði, en það er bæjarráð að samþykkja viðaukaáætlun vegna Ásbrúar, en eins og flestum okkar kunnugt að þá eru mikla framkvæmdir fyrirhugaðar í Ásbrú, margt af því sem ekki var séð fyrir vegna fjölda íbúða sem að koma á markaðinn, og hérna að ræða nýjan leikskóla og stóra stækkun á grunnskóla. Þetta getur hlaupið á 100 milljóna þessi breyting sem við þurfum að rjúka til að gera, og þreytist ég ekki að segja það að kenna ríkinu að hafa ekki verið í betra samstarfi við Reykjanesbæ breytingar á Ásbrú, og tel ég að ríkið skuldi okkur 100 milljóna vegna þeirra uppbyggingar sem við höfum þurft að leggja þar í og það tjón sem við höfum orðið fyrir. Því miður þá virðist sem svo vera að fjármálaráðherra núverandi hafi ekki mikinn áhuga á því að tala við okkur og gerir lítið úr þessum hugmyndum okkar og segir að þeir skulda okkur ekki neitt, og hefur haft stór orð það. Á síðasta bæjarstjórnarfundi þá óskaði eftir því að við öll reyndum að hafa samband við þingmenn og koma þessu á framfæri að við þyrftum aðstoð við þetta og værum ekki að biðja ölfusu, en það væri ljóst að mikill kostnaður væri að hafi nú þegar fallið á sveitarfélagið, en það eins og að tala við vegginn að fjármálaráðherra eða forsætisráðherra hafi ekki ljáð máls á þessu, og höfum við fengið skýr skilaboð frá þingmönnum þess efnis að þeim nokk sama það. Þetta er stórt mál fyrir okkur, risa stórt, og finnst mér það alveg með ólíkindum að fjármálaráðherra skuli svara okkur með skeytingi í þessum málum. Ekki gott. Mér langar líka að nefna lið 7 sem að mínu viti grundvallar prinsip sem við erum að gera, en þar samþykkti bæjarráð fjárveitingu til skólana frá með næsta skólaári, þannig að námsgögn verði frí fyrir grunnskólanemendur. Þetta er líka stórt skref og þetta í anda okkar, en þeim anda að
grunnþjónusta við fólk á að vera óháð fjárhag fólks og í þessu sambandi í mínum huga snýst þetta heilsugæslu, skólana og ýmislegt annað og þetta risaskref finnst mér vera og þótti mér frekar leiðilegt að það voru ekki allir sammála þessu, voru ekki allir borð. En þetta stórt og mikið skref og ég mjög ánægður með það. Síðasta sem ég ætla að nefna hérna við ykkur er mál sem hefur verið áhugamál margra og meira hjá sumum en öðrum og það flokkun úrgangs og það er kannski komið tími til að við horfum til leikskólana og byrjum og unga hólsins sem virðist vera mun duglegri heldur en við sem aðeins eldri erum að fara að flokka en þetta stór skref að fara að flokka úrgang og fjölga tunnum og vil ég fagna því að það sé komið. Takk. Fyrir nú lokið máli á Alexander. Böðvar síðan. Þetta gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, gestir. Mér langar nú aðalega að nýta bara tækifærið og fjalla hér lið 7 í fundargerð bæjarins frá 11. maí sem snýr að námsgögnum fyrir grunnskólanemendur. Það var stefnuskrá okkar í frjálsu afli fyrir síðustu kosningar að styðja við barnafjölskyldur hér í bæ og er á stefnuskrá okkar í meirihlutanum og ég tel að með þessu séum við að fylgja því vel eftir. Þetta í sannarlega í anda þeirra stefnu og kemur einnig barnmörgum fjölskyldum enn betur og einnig styður þetta barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar. Og því vil ég bara fá það tækifæri að fagna því að þetta skuli vera að verða veruleika hér hjá okkur í Reykjanesbæ. Nú, Böðvar, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, aðeins kannski að því að formaður bæjarráðs var að gráta hér yfir að það hefði ekki allir verið borð í bæjarráði varðandi þessi ritföng, gjaldfrjálsu ritföng í skólunum. Þá er kannski ágætt að fara yfir það af hverju ég greiddi atkvæði í gegn þessari tillögu í bæjarráði á þessum tímapunkti. Kannski rétt að benda á það að atkvæðagreiðslan fór 4-1 en ekki 4-0 eins og stendur í fundargerðinni. Fór auðvitað 4-1 af því að það er sérstaklega að benda á það að ég hafi greitt atkvæði á móti þessu. Ég þá ritara að laga það. En það auðvitað svona hagfræðilegt prinsip að hluti sem eru gjaldfrjálsir að þeir falla í virðingu og þeir leiða yfirleitt til ákveðna sóunar í þjónustu eins og þessari. Það er að segja þegar ætlast til að hlutinni séu til og án gjaldtöku á einhverju stað og hægt að gangi í þá í stað þess að vera með þeim hætti eins og svona hefðbundið í skólasamfélaginu í dag þar sem að nú byrjar skólaárið að fara út í búð með börnunum og kaupa penna og blýanta og strókliður og svo framvegis og svo ákveðin eftirfylgni sem fylgir því heima fyrir þegar verið að fara yfir það hvort það ekki allt til og allt til staðar og svo framvegis og hvort það búið að fara vel með hlutina. Nú átta ég mig á því að þetta engar risa tölur í þessu sambandi en enga síður þegar að saman safnast mörg þúsund börn og til margra ára þá er þetta nú svona prinsip atriði að það sem er gjaldfrjálst það er ekkert ókeypis, það er bara greitt með öðrum hætti en það sem er gjaldfrjálst það leiðir til svona sóunar til lengri tíma. Nú það má líka kannski segja að það sem að verður af hennum samfélagslega kostnaði, það er að segja að það sem greitt verður úr bæjarsjóði mun ekki verða að fullu til sparnaðar hjá fjölskyldunum. Vegna þess að það er alveg klárt að
að stór hluti af þeim vörum sem að þarna þarf að kaupa í skólunum, það þarf líka að kaupa þá á heimilunum. Þeir þurfa auðvitað að vera til staðar þar. Þannig að svona heildarkostnaður samfélagsins mun sennilega verða mun hærri þegar saman er tekið. Aftur segi ég, auðvitað er þetta enga stórar upphæðir, þetta er enga risa upphæðir, en safnast þegar mörg ár eru tekin saman. Nú, mér fannst nú líka kannski vegna þess að við erum að ræða þetta með þessi ritföng í samfélagi sveitarfélaga, getum við sagt. Það er að segja að þessi umræða er í gangi með sveitarstjórnarmanna og sveitarfélaga og er svona þróast og þroskast þar og við erum hér svona að taka skref kannski svolítið fram úr þeirri umræðu í staðinn fyrir að leyfa þeirri umræðu þroskast aðeins og sveitarfélögin verða að taka hér ákvarðanir í sameiningu hvernig þeir ætla að hafa þetta. Að þá er Reykjanesbær svona fyrst stóra sveitarfélag að stíga það skref að ákveða að bjóða upp á þessi ritföng gjaldfrjálst. Það er auðvitað ekki fyrsta sveitarfélagi í landinu sem er að taka þessa ákvörðun en fyrsta stóra sveitarfélagi sem er að taka þessa ákvörðun og er auðvitað stórt skref í því. Nú, mér finnst líka og kannski ágætt að við hugsum til þess að við erum líka með mörg verkefni sem að svona eru á brauðfótum ennþá eftir mikið niðurskurð síðustu ára. Íþróttamálum, tómstundamálum, menningamálum og svo framvegis. Verkefni sem að mætti vel, bæta vel í og alltaf spurning hvort að menn hefðu kannski fyrst átt að fara þangað frekar en að taka upp ný verkefni eins og þetta. En kannski það sem að mestu réði var að við vorum auðvitað nýbúin að taka þessa umræðu. Nýbúin að taka þessa umræðu fyrir nokkrum vikum eða mánuðum síðan við gerð fjárhagsáætlunar og þá var ákveðið að gera þetta ekki. Og það er auðvitað svona ákveðin populismi að vera að hlaupa núna eftir svona umræðunni, eftir bæði umræðu í fjölmiðlum og samfélagsmiðlunum og auðvitað hefur meirihlutin átt að segja á því að hann gæti ekki bara farið að setja þetta á við næstu fjárhagsáætlunargerð vegna þess að þá hefði þetta ekki komið til framkvæmda fyrir en eftir næstu kosningar og menn þá ekki geta hugsanlega rætt þetta í næstu kosningabaráttu. En þetta var svona talað þetta við síðustu fjárhagsáætlunargerð og þá ákváðu menn að gera þetta ekki. Það er bara nokkuri mánuði síðan. Þannig að mér var svona þetta ákveði virðingarleysi gagnvart fjárhagsáætlunargerðinni að vera þá að hlaupa til allt í einu núna og gera þá breytingu. Aftur minni ég á það, þetta er auðvitað enga stóra tölur, er ekkert grundvallaratriði í rekstri sveitarfélagsins, en mér var svona í þessu ljósi kannski ekki alveg tímapunkturinn að fara að taka þessa ákvörðun núna. Helga, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og gestir. Heyrðu, mig langar líka bara að fagna því að við höfum tekið ákvörðun það að námsgögn skuli vera gjaldfrjáls til barna. Já, væntanlega munum gera það. Og ég hef líka lært þó nokkuð í hagfræði og ég skil að einhverju leyti sjónarmið bæjarfulltrúa Böðvars. En engu að síður þá tel ég að þetta verði að við nýtum fjármuni bæjarins betur með þessum hætti, líka fólksins í bænum og barnafjölskyldna. Ekki bara það að við náum hagræði í innkaupum, heldur er hægt að nýta þessi námsgögn á milli ára. Og það er líka bara umhverfissjónarmið að mínu mati. Það að þetta hafi ekki farið í gegn við fjárhagsáætlunargerð, fyrir mér snýst þetta það, ég náttúrulega í fræðsluráði og það bara var skýr vilji í fræðsluráði til þess að þetta færi í gegn. Þess vegna var þetta tekið aftur fyrir í fræðsluráði og þessi tillaga lögð fram þar. Þannig að ég fagnaði og persónulega er ég bara stolt af því að hafa verið þáttakandi í því að þetta fer í gegn hjá okkur núna. Nú, Kristinn Ekkarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Já, það veldur bæjarfulltrúar Böðvari áhyggjum að verða ákveðin sóun
farið fram einhver sóun í þessu og það mæta kannski rökrætt en ég held að hún sé ekki á réttum enda sóunum hjá Böðvari, bæjarfulltrúa Böðvari, að hún verði í kannski óvirðingu við þau tæki og tól sem verða keypt í þessu nafni. Ég á hinni skoðun að það verði keypt óvandaðri hluti vegna þess að þeir eru ódýrar og það svona fellur útboðið á því að fá sem ódýrustu hlutina og þess vegna verði sóun, ég meina, við vitum það að penni og penni ekki það sama, sko. Þú getur keypt þér góðan penna fyrir 300-400 kall en svo getur þú keypt þér handónýtan penna á 200 kall, sko. Og hann dugar hálfan mánuð kannski í mestalagi, en hann gæti hugsanlega duga hálfan vetur 400 króna penni. Og það þarf að vanda sig í útboðunum að meta gæði þeirra hluta sem við kaupum. Þetta sóun farið fram þar og það alveg réttmætt ábending hjá bæjarfulltrúanum að það engin ókeypis hádegisverður. Það samfélagið sem borgar þó þetta sé ekki stórar upphæðir. Þá það samfélagið sem að greiðir brúsann. Mér langar aðeins til að koma inn í þetta. Ég auðvitað fagna því að þetta hafi verið tekið upp. Það að segja að greiða þessi námsgögn og fleira. Ég alveg sammála Böðvar að það fer betur á því að þeir sem að nota að þeir greiði. En í þessu tilfelli eru það ekki þeir sem greiða sem að nota, heldur börnin þeirra og það eru ólíku saman að jafna. Það alveg örugt að þetta verður ódýrara í heildina. Mér sýnist það bara alveg augljóst. En það hvort þetta hefði verið tekið upp án þess að við höfum tekið tillit til þessi áætlun á sínum tíma, það finnst mér ekki skipta miklu máli. Þetta smáar upphæðir, skipta miklu máli fyrir foreldrana, auðvitað. Sérstaklega þær fjölskyldur sem eru barnmargar og það bara eðli málsins samkvæmt. Við, eins og Alexander nefndi hér áðan, þá stefndum við að því að styðja við bakið á þessu fólki sem barnmargt og þetta bara hluti af því. En það hafi ekki fleiri beðið orðið. Friðjón. Gjörðu svo vel. Herra forseti, langar aðeins að bregðast við þetta varðandi gjaldfrjálsan grunnskóla. En í lögum grunnskóla frá 2008, með leyfi forseta, en þar kemur fram að kennsla í skyldunámi í opinberum grunnskólum skuli veitt nemendum þeim að kostnaðarlausu og óheimilt að krefja þá eða foreldrar þeirra greiðslu fyrir kennslu, þjónustu, námsgögn eða annað efni sem nemendur gert skylt að nota í námi sínu. Þetta nú í grunnskólalögunum, en síðan eru fjármál náttúrulega annað mál, við vitum það og ef ekki til peningar þá er opinberum aðilum ekki skylt að leggja nemendum til þessi gögn. En Barnaheill hefur ennfremur bent á að sú framkvæmd sem löng hefðir fyrir íslenskum grunnskólum að foreldrum eru sendir innkaupalistar fyrir skólabyrjun samræmist ekki barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Ísland hefur staðfest aðild sína að. Og þá eins og kunnugt þá sendi velferðarvaktin síðastliðið haust sveitarfélögum hvatningu að leggja fyrrgreinda gjaldtöku af. Í mínum huga þá þetta hluti af grunnþjónustu sveitarfélaga og hefur ekkert skylt með einhvern populisma þó svo að bæjarfulltrúi Böðvar vilja nefna það hérna. En ég vil benda á að fræðsluráð, allir í fræðsluráði samþykktu þetta samhljóða. Það var samþykkt samhljóða í bæjarráði og þess vegna ekki hægt að tala það að meiri hluti sé eitthvað í populisma för í þessu dæmi. Þetta tillaga frá fræðsluráði, mikið rætt og eru stoltir af þeim að þar skulle þetta hafa verið tekið upp og við geta sinnt þessu. Það líka annað sem er dálítið merkilegt, við erum að tala lága upphæð eins og hér hefur verið sagt, ekki stóra tölu,
En ég var hérna áðan að nefna grunnskóla og leikskóla upp á Ásbrú, þar sem við þurfum að leggja í 400-500 milljónir, skyndilega, á þess að fá aðstoð frá ríkinu. Það virðist ekki skipta neinu máli, þó ég nefni það hérna, en við erum að ræða hérna með 15 milljónir. En stóra málið, bara nemendur þar upp frá og leikskóli sem við þurfum að fara að endurbyggja, það eru 400-500 milljónir. Og við höfum talað þetta en áður og það verður óskandi að minnihlutin afsakið taki undir það og reyna að hjálpa okkur í þessu. Það verður mjög óskandi. Takk. Báður Jónsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, aðeins bara til þess að bregðast við þessu. Ég er alveg kunnugt þessa umræðu barnaheilla og velferðarvaktarinnar og við erum einmitt að taka þessa umræðu á vettvangi sveitarstjórnarmálunum það hvort að þetta sé partur af grunnskólunum og ég benti einmitt á það í minni umræðu hér áðan að sú umræða væri í gangi meðal sveitarstjórnarmanna og meðal sveitarfélaga og þess vegna ætti hún eftir að þróast og þroskast. Kannski verður þetta niðurstaðan að öll sveitarfélög muni taka þetta upp til framtíðar. Hitt kannski og ástæða fyrir því ég kem nú hér upp eru þau orð Friðjóns að segja að minnihlutin taki ekki undir það að ríkið ætti að styðja við uppbyggingu Ásbrú. Ég er bara algjörlega gáttaður á þessum orðum vegna þess að það var nú fyrst hér bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem fóru að tala það hér í bæjarstjórn að sá arður sem að kæmi af sölu eigna upp á Ásbrú að hann yrði eftir hér á svæðinu. Það voru bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem byrjuðu á að nefna þetta, Friðjón Einarsson, bæjarfulltrúi. Þannig var það nú bara. Og það er enginn sem hefur dregið af sér í því að nefna það og Árni Sigfússon hélt nú hér ágæta ræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem að farið var yfir þessi mál. Og bara úr því að Friðjón er farin að velta hlutunum svona við, að þá nú ágætt að minnast þess að þegar að Katego var stofnað á sínu tíma var tekin ákvörðun það að allur arður og allt sölu andvirði eigna upp á Ásbrú yrði eftir hér á svæðinu. Og það var að kröfu hans flokksfélaga, það er að segja Gunnar Svavarssonar sem þá var formaður fjárlaganefndar, að þessu yrði breytt og allt andvirði eigna sem var seltar upp á Ásbrú færi inn í ríkissjóð og eftir það myndi Katego vera á fjárlögum eins og aðrar stofnanir ríkisins. Þetta var samþykkt í ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins að kröfu formanns fjárlaganefndar og félaga Friðjóns Einarssonar flokksfélaga úr Samfylkingunni. Þannig að það er algjörlega út í hött að tala það hér að það sé ekki stuðningur af hálfu minnihlutans við það að ríkið setji fjármuni í uppbyggingu upp á Ásbrú. Nú, það hafa ekki fleiri beðið orðið. Þetta eru fundargerðir bæjarráðs frá 4. og 11. maí sem ég ber þá hér upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir, gjörðu svo vel að gefa merki. Samþykkt einróma, 11-0. Næsta mál á dagskrá er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. maí. Þarna eru margir liðir. Í 13. liði fundargerðinni þurfum við að taka sérstaklega til atkvæðagreiðslu 14., 18. lið, 21. lið, 25. lið og þá er upptalið. Við þurfum að taka það sérstaklega til atkvæðagreiðslu, þessa 5 liði. En ég gef orðið laust fundargerðina. Varstu að byrja orðið? Hvað er? Gjörðu svo vel.
Vilju fórseti, þá getur bæjarfulltrúar kannski aðeins fyrirspurn sem að ég veit ekki hvort að bæjarstjóri getur kannski svarað. En í þessari fundargerðingur svo skipulagsráðs er verið að afgreiðslufund byggingafulltrúa um fundi 29 og í honum er liður númer 29 þar sem að sótt er byggingaleyfi fyrir Iðavelli 3 þar sem er verið að óska breytinga á atvinnuhúsnæði íbúðarhúsnæði eins og segir hér í erindinu og síðan segir í afgreiðslunni samþykkt borist hafa endurbættar teikningar og húsnæði verður í notkunarflokki 4. Við erum ekki alveg klára á því hvað þýðir notkunarflokku 4 en set aðeins hérna spurningamerki við orðalagið að verið sé að breyta atvinnuhúsnæði íbúðarhúsnæði og tel að við séum varla á þeirri leið enda nýlega búið að hafna sambærilegri umsókn á annar staðar á Iðavellunum fyrir nokkrum vikum. Kjartan, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka nú þessa fyrirspurn Böðvars. Ég bara verð að viðurkenna það, Böðvar, að ég þekki þetta mál ekki í þeim smáatriðum að ég geti svarað því, en það er sjálfsagt að bara fresta afgreiðslu málsins og kanna það aðeins betur. Þetta var mál númer 29. Undir fyrsta máli, sko. Já. Þetta er afgreiðslu. Það er fundargerðin, Já, bara þessum lið. þetta mál. Hér er lagt til að fresta, hvað er það, 29. lið í, það er einhver vitleysa hér í gangi, þetta er við. 29. lið í afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Þeir sem að vilja taka til máls það, gjöru svo að gefa merki. Þeir sem vilja taka til máls fundargerðina, einhverjir sem að vilja taka til máls fundargerðina? Ef svo er ekki, þá ætla ég aðeins, gjörðu svo. Má ég aðeins hérna, kannski í forseti ágætu bæjarfulltrúar í ljósi kannski svona umræðunar undanfarið hvernig þessum málum reiðir af í kerfinu hjá okkur. Við getum kallað þetta eins og við gerum í þinginu umræður þingsköp eða fundarstjórn forseta eða hvað það nú heitir þegar við vilja ræða málum svona kerfið sem slíkt að sko byggingafulltrúinn er þarna búinn að samþykkja þessa umsókn og þar með samkvæmt lögum hefur hann veitt þetta leyfi og það er hvorki umhverfisráðs né bæjarstjórnar að staðfesta eða samþykkja slíka leyfisveitingu. Byggingafulltrúinn einn hefur þessa heimild og svo reyndar Mannvirkjastofnun eins og ég skilja það. En þannig að ég myndi nú leggja til að við frestum þessu máli engu að síður og könnum það bara og ég sé nú ekki sko að sjá þarna er mættur einnig embættismaður Sigmundur Eyþórsson á þennan fund og það sem að byggingafulltrúinn er ekki er ekki við störf akkurat núna, er í leyfi að þá myndi ég ræða við Sigmund bara í fyrramálið eða í kvöld og við getum kannski þá tekið þetta mál á dagskrá bara í bæjarráði á fimmtudaginn til viðbótar ef upp á það að við séum ekki að tefja eitthvað mál sem okkur er svo kannski ekki heimilt að vera með eða draga. Gjörðu svo vel. Jóhann. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sit nú í umhverfis- og skipulagsráði þar sem þetta var samþykkt og þarna finnst mér held ég að stærsta máli sé að það er notað orðið íbúðarhúsnæði
og notkunarflokkur 4, þetta tvennt samræmist ekki. Íbúðarhúsnæði er í notkunarflokki 3, en í notkunarflokki 4 eru meðal annars hótel og svefnálmur. Það er að segja að það má gista en þetta er ekki skráð sem íbúðarhúsnæði. Þannig að ég held að það sé ágætt að skoða hvort sé geta breyta því, sama hvernig það verður gert. Það verður kannski að höfða til byggingafulltrúa eða staðgengils hans. En þetta var þannig að svona aðeins bara til að skýra þetta út hvernig þessi flokkar eru. Nú, þetta er orðið aðeins flóknar heldur en maður gerir ráð fyrir. Það er bara rétt kannski að taka það fram, bóka það sérstaklega, hvort við vísum eins í bæjarráð og afgreiðum þetta þar endanlega, eða bara hreinlega bókum þetta þannig að þetta séu ekki íbúðarhúsnæði að ræða. Einmitt. Þannig að það sé tekið fram. Ekki bara vísa sem var í bæjar? Ég held það. Vísa sem var í bæjar. Það er annarkvort. Já, það er komið tillögu að vísa sér í bæjarráð. Þeir sem að samþykkja það er allir sem samþykkja það, 11-0 sem sagt, og þá tökum við fyrir alla þessa liði sem eru þarna, má ég aðeins sjá sem fjalla breytingar á skipulagi. 13. liður er þar fyrst, það er að segja Nesvellir, deiliskipulag frá bæjarstjórn, þar sem að klasi leggur fram tillögu deiliskipulagsbreyting á Nesvellum. Bæjarfulltrúar hafa væntanlega kynnt sér innihald þessara greinar. Það er kannski ástæða til að lesa hann upp. Meginbreytingin er að fjölbýlishúsum er skipt upp í minni einingar og raðhúsum fækkað. Heildarfjöldi íbúða helst óbreyttur, sjá nánar í greinargerð. Breytingin var auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga með athugasemdafresti til 9. mars síðastliðinn. Engar athugasemdir bárust, bæjarstjórn vísaði málinu til baka til umhverfis- og skipulagsráðs vegna þarfar á meiri stækkunar fyrir hjúkrarheimilið. Nú, þannig að það er gert ráð fyrir að það bætist ofan á húsin 4. hæðin sem er aðalatriðið, og þeir sem að samþykkja þessa breytingatillögu gjörðu svolítið að gefa merki. Allir sammála því. Nú, 14. liður fundargerðarinnar, Grenidalur 2-12. Þar er Lípa að óska eftir að breyta uppbyggingu á lóðum. Sýnum við Grenidal 2-12. Breytingin felst aðalega í að 5 2 hæða fjölbýlishús er breytt í 6 1 hæða raðhús. Þeir sem að samþykkja þessa breytingu gjörðu svolítið að gefa merki. Allir sammála því. Nú, þá er það 18. liður. Þar er Hlíðarhverfi að ræða sem er verið að byggja upp. Miðlandi EHF óskar eftir eftirfarandi breytingu á deiliskipulagi Hlíðarhverfis, sjá meðfylgjandi uppdrátt. 1 hæða raðhúsabyggð RB1 með 27 íbúðareiningum í 6 lengjum verða 2 hæða fjölbýlishúsum með 48 íbúðum í 5 lengjum. Þetta er stóra málið í þessu. Ég ber þetta undir atkvæði. 18. lið í fundargerðinni Hlíðarhverfi. Þeir sem eru sammála þessu, gjörðu svo ekki merki. Allir sammála. Nú, þá er það næst 20. liður. Kirkjuvogur 13 viðbygging. Kirkjuvogur 13 viðbygging. Byttu nú við. Það er þetta ekki 21. liður? Nei, 20. Ok, þarf að gera það? Er þetta... Já, þú talar kirkjuvog, það er 20. liður.
Ekki alveg aftan á þessu. Ég var frestað, þannig að við erum ekki... Nei. Hér kemur áspyrt verandi hendi. Það er 21. liður sem á að samþykkja sérstaklega. Og það er Dalsbraut 9-11, lóðasameining. Það sameina lóðirnar Dalsbraut 9-11 í eina skólalóð. Ég ber þetta undir atkvæði. Þeir sem eru sammála þessu, gefum merki, allir sammála. Og þá var það síðustu, 25. liður í fundargerðinni á. Það er reynurtalur 3-13, fjölgun íbúða. Það er farið fram á breytingu sem gerir ráð fyrir því að í stað 6 tvílyftra raðhúsa verði heimilað að byggja íbúðir á hverri hæð sig. Það er að segja samtals 12 íbúðir, ca. 80-90 fermetra. Þessu er sammála þessu, gjörðu svo gefum merki, allir sammála. Nú, þá ber ég fundargerðina í heild sinni. Já, Guðný Birna Guðmundsdóttir vill geta þess að hún tekur ekki, eða er sem sagt, tekur ekki þátt í atkvæðagreiðslu hvað var það, 11. lið. En þeir sem eru að sammála fundargerðinni og samþykkja hana, gerðu svo gefa merki. Allir sammála. Nú, þá er komið að 3. dagskrárlið sem er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 2. maí. Orðið laust. Gjörðu svo vel, Kjartan. Vestfirði. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, eins og þið sjáu í þessari fundargerð þá er í fyrsta máli lögð fram stefnumótun Íþróttabandalags Reykjanesbæjar fyrir íþrótta- og tómstundaráð og ég vil nú byrja því að fagna því og það fer vel á því að formaður ráðsins skuli vera hér á fundinum í dag og þetta er mikið og gott starf sem búið að vinna þarna og kemur sér eflaust vel fyrir bæjaryfirvöld að sjá svona hvernig íþróttahreyfingin í heild sinni er að forgangsraða þeim verkefnum sem hún telur að þurfa að ráðast í og mér skilst að inn í þessa stefnumótun á þessu stigi þarna allavega hafi vantað eitthvað frá knattspyrnunni í Keflavík og vil gera það tilhugminni að þegar að búið er að bæta þeirri stefnu inn í þetta heildarskjal að þá fái bæjarstjórn og bæjarfulltrúar tækifæri til að kynna sér hana til dæmis við getum gert það hér einhvern tíma fyrir bæjarstjórnarfundi eitthvað ef að formaðurinn eða einhver myndi vilja fara í gegnum þetta og kynna þessa heildarstefnumótun íþróttahreyfingarinnar þá fyrir bæjarfulltrúar. Ingigerður, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þakka fyrir Kjartan. Þetta er fyrsti liður sem ég langar að koma aðeins inn á. Það vantar ekki eingöngu frá knattspyrnudeild Keflavíkur sem sett á meistaraflokknum. Því það er verið að vinna stefnumótun heldur líka frá Hestamannafélagi Mána og Aksturs íþróttafélagi Suðurnesja og þegar þau berast þá væri óskandi að fá að fylgja því eftir inn til ráðsins en það var vel tekið á móti hugmyndunum og mér langar aðeins að nefna því að fylgiskjöl þessar kynningar eru á vef undir ráðinu og þetta voru svona vinnuskjöl, það var búið að krassa eins í því en þau eru alveg lesanleg þannig að ég var búin að setja í þess að ég ætla að sleppa á kynningunni það kemur ekki fram þess að maður að sleppa í raun og veru, þetta var bara fyrir mig þegar ég held kynningunni, þetta fór allt svona skannað inn, mjög góði punktar og ég er vissum það að til framtíðar þá á bæjarfélagi eftir að styðja við íþróttahreyfinguna enn frekar. Fleiri sem vilja taka máls, Kristín, gjörðu svo vel.
Forseti, já, það eru mjög metnaðarfullar tillögur sem að birtast í framtíðarsýn íþróttafélagana í Reykjanesbæ og ber bara að fagna því. En þetta eru vantarlega kostnaðartölur upp á, ég hef að losið nokkra milljarða þessar tillögur og sem er gott, það er gott að dreyma stórt og maður verður að hafa drauma til þess að hlutinni rætist og ég fagna þessum, ég las þetta með, ég veit ekki hvaða tilfinningar opnuðu en ég er svona hálf bráð þegar ég sá sumar þessar tillögur. Sérstaklega á knattspyrnudeild eða íþrótta- og ungmennafélaginu Njarðvík, ungmennafélagi Njarðvíkur. Bygging félagsmiðstöðvar í Dalshverfi sem er sko, já, ég átti bara ekki til orð. En þetta eru flottar hugmyndir og hugmyndir verða að veruleika einhvern tímann. Þó það verði ekki strax en þá verða það að veruleika. Eins og við urðum áskynja áðan að þá fyrir fundinn þá var ungmennaráðið á fundi með okkur og þarna er ályktun ungmennaráðs eða þeirra ráðstefnu sem að þau sóttu og gaman að sjá þetta og þau taka þetta og fylgja þessar ályktun eftir finnst mér á þessum fundi í dag og ég bara hvet okkur að fara eftir þessu og vinna að þessum ályktunum sem að ungmennaráð, ég held að sé Ungmennafélag Íslands sem að stendur að þessu og en ég vildi tala um viðhaldsáætlanir, ég hef búin að gera það svolítið í vetur að vera með puttana og athyglina á grassvöllunum í Reykjanesbæ, knattspyrnuvöllunum og ég bara fagna þessum áætlunum sem eru koma þarna í ljós, bæði hjá Keflavík og Njarðvík. Það er greinilegt að hafi verið einhver töð í mér hafi einhver áhrif og ég vona bara að þessar metnaðarfullu áætlanir gangi eftir og verði framkvæmd og ég hef fulla trú á að þær gangi eftir og við sjáum vellina græna í allt sumar, ekki gula eins og þau voru í fyrra. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls og ef svo er ekki ætla ég aðeins að koma inn á þetta. Það ber auðvitað að fagna því að fólk sé metnaðarfullt. Það er sagt að ekki sé ráðnemi tíma sé tekið og þannig er verið að í raun og veru og horfa til framtíðar og í samræmi við það sem að ungmennaráð var að koma hér með upp á pallborðið og ég held að það sé bara vel. Við eigum auðvitað langa afrekaskrá í íþróttum sem og í tónlist og við eigum auðvitað að reyna að hvetja til þess að það haldi áfram. Við séum framalega á þeim vettvangi eins og reyndar öðrum. En það var ekki fleiri beðið orðið og ég ber því fundargerðina undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni, gerðu svo ekki að merki. Allir samþykkir 11-0. Og þá er næsta mál á dagskrá. Það er fundargerð velferðaráðs frá 4. maí, segi ég. Þeir sem að vilja taka til máls þá fundargerð, Kolbrún, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar að vekja athygli á 4. lið og fagna því að greinilega loksins komið skriður á mál heimilislausra í Reykjanesbæ. Í fyrra samþykktu við að kaupa 2 smáhýsi sem átti eftir að setja niður og okkur vantaði þess að þjónustuaðila til þess að þjónusta einstaklingarna sem áttu að búa þar. Velferðarráð hefur falið sviðsstjóra að gera samstarfs- og þjónustusamning við Hjálpræðisherinn að þjónusta þessa einstaklinga sem glíma við geð og fíknivanda. Og ég held að við megum alveg hrósa okkur fyrir það
að þetta er eitt af því sem við í meirihlutanum lögðum upp með í aðdraganda kosninga, að hlú betur af jaðarsettu fólki og þeim sem minna mega sín í samfélaginu. Eru fleiri sem vilja koma upp og taka til máls? Ef svo er ekki, þá berum við þessa fundargerð undir atkvæði. Það er fundargerð velferðarráðs frá 4. maí. Þeir sem að samþykkja fundargerðina þarf ekki að klára þetta. Allir sammála. 5. mál á dagskrá fundargerð menningarráðs frá 11. maí. Orðið laust. Baldur, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og hávirðulegi gestir. Það er alltaf stemmari í menningarráðinu og það eru nokkuð partí framöndað. Fyrst er sjómannadagurinn, 11. júní. Við erum að hætta að busla í höfninni. Við höfum virðulega samkomu núna bara í bíósalnum sem er messa og hlusta á aldra sjómenn segja sögur. Það er ekki hægt að setja á í kótaslag lengur. Þannig að þetta er bara hátíðlegur dagur eins og hann á að vera. Þeir sem vilja fjörið þeir fara bara út í Grindavík. Síðan ætlum við að halda 17. júní og hefðbundin dagskrá sem er náttúrulega einbeitt okkur að því að skemmta fjölskyldunni. Við fengum náttúrulega kynningu á ferðamálastefnunni sem er mjög gott plagg sem er bara fyrsta skrefi í það að gera einhver alvöru úr því að gera Reykjanesbæ að ferðamannabæ. Þetta er bara eins og sagt er orð til og alfylls fyrst en við hellinga eftir. 5. mál er svona dæmið það sem að listamenn er að gera kröfu það, sjálfsögðu kröfu, það að þeir fái greitt þegar vera að setja upp þeirra sýningar eða. Þetta er mál sem að þeir eru búin að senda á öll söfn og þetta er kannski ef við líkjum sem við ritfangamálið mikla að hérna ætlum við ekkert að hlaupa af stað og samþykkja þetta þó að við styðjum þetta efnislega heldur að leyfa umræðan að gerjast á vettvangi sambandsins og fylgja síðan þeirri línu sem kemur þaðan. Þetta er bara örstutt til kynningar. 7. mál er náttúrulega svona stóra partíi, það er ljósanótt. Við þurfum að gera klárt fyrir það. Það sem að Reykjanesbær leggur til er bara þetta hefðbundna prógram, aðstæðan og ákveðnir viðburðir. En fyrst og fremst náttúrulega snýr þetta því að bæjarbúar hugsa upp eitthvað skemmtilegt til að gera í þessu stærsta partíi ársins. Svo er bara vert að við bara lögðum ekki í að þakka fyrir allt þetta menningarstarf sem við höfum farið fram síðustu viku því að við höfum áhyggjur að við myndum gleyma einhverjum. Það er búið að vera það mikið að gera. Það var þessi lista án landamæra sem er alveg hrikalega skemmtilegt verkefni og listahátíð barna sem að stendur ennþá yfir og er alltaf mjög fjörleg og litrík hátíð. Sumarsýningar verða opnaðar núna föstudaginn 9. júní og síðan hafa verið svona uppskeru hátíðir kórana og hérna ýmsu leikfélaga. Það er leikfélag Fjölbrautaskólans og leikfélagið sjálft og þetta er bara endalaust að gera þannig að við bara þökkum öllum fyrir. Þorum ekki að nefna þetta, bara allir sem eru að starfa í menningarmálum í Reykjanesbæ eiga þakkir skyldar. Takk fyrir mig.
Fleiri sem vilja taka til máls? Nú ef svo ekki þá berum við fundargerðina undir atkvæði. Þeir sem eru sammála fundargerðinni. Það eru allir sammála. Samþykkja. En síðasta mál á dagskrá er fundargerð fræðsluráðs frá 12. maí. Orðið laust. Alexander, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Heyrðu, mér langaði aðeins að koma hér upp og ræða hér undir liðnu fundargerð fræðsluráðs. Mér langaði svona að koma inn á það að við höfum verið að funda í skólum bæjarins undanfarið, í grunnskólunum og held að það hefur bara tekist vel til. Mér langaði svona aðeins að nefna það hér. Og þessi fundur var haldinn í leikskólanum Garðaseli og okkur fannst það svolítið við hæfi þar sem að flest málefni á dagskrá fundarins tengdust leikskóla og fengum þar góða kynningu á leikskólanum. Einnig langar mér að koma hér inn á mál 2 sem var ytra mat á Garðaseli og það í raun kom mjög vel út. Í raun allir þættir sem snúa að því sem skólinn er að gera, sem hann er að sinna börnum og annað, voru í mjög góðu standi. Það kom nú hérna fram held ég þegar það var verið að fjalla ytra mat á Akurskóla. Þetta er gefið, það eru litir, það er dökkgrænt og ljósgrænt og það var allt sem snýr að í raun þeirra starfi var með grænulitunum en það voru þarna einn rauður en það sneri í raun að upplýsingum. Það er í raun upplýsingar inn á heimasíðuna og annað. Það var starfið mjög gott en það vantar svona upp á kannski, skriffinskuna, hefur við orðað það þannig, en það stendur til bóta. Þetta kom í raun mjög vel út. Svo fengum við bara kynningar á hér ýmsum málum og ég ætla svo sem ekkert að fara yfir það en langar að lokum að tala hérna hvatningaverðlaunin sem að verða afhent þann 1. júní og kannski bara vonast til að sjá sem flesta þar og ef menn hafa einhver málefni sem að þeir telja að eigi skilið athygli endilega að tilnefna þau. Þakka fyrir. Já, Kristín, gjörðu svo vel. Kristín Jakobsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, þegar ég var að undirbúa mig undir fundinn þá sá ég á dagskrá fræðsluráðs síðasta fundar að þar var kynning á Erasmus-verkefni á leikskólanum Holti, kynning á stöðu leikskólamála í Reykjanesbæ og snemmtæk íhlutun mál og læsi þróunarverkefni. Ég er forvitinn eðlisfari og hefði langað til að kynna mér þessi 3 mál ítarlegra heldur en að birtist bara sem fyrirsögn á gátt fræðsluráðsins. Ég ætla enn og aftur að fara fram á það að þessi mál sem eru tekin fyrir til umræðu í fræðsluráði og nefndum bæjar eins og ráðum, að þau verði sett inn, kynningarnar það verði fengna til þess að við bæjarfulltrúarnir getum glöggvað okkur á sem að tökum ekki þátt í þessum fundum. Glöggvað okkur betur á hvað er í gangi. Hvað er snemmtæk íhlutun í máli og læsi, þróunarverkefni í leikskóla? Væri ekki hægt að fá þá kynningu sem var kynnt á fundinum og setja hana inn? Kynning á stöðu leikskólamála í Reykjanesbæ.
Þetta er örugglega mjög góð kynning. Ég er ekki að setja, ég bara get ekki glöggvað mig á stöðu leikskólamála í Reykjanesbæ með að lesa fyrirsögnina. Það er svona óska ég eftir því að þetta verði sett inn á vefinn og þannig að við getum glöggvað okkur á þessu. Helga María, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, já, takk fyrir þetta, Kristinn. Ég skal bara til upplýsinga til að svara því. Ég bara tek undir kannski með þér. Við höfum verið að reyna að bæta úr fundagerðunum hjá okkur og það er bara fín ábending hjá þér og ég skal aðeins bara til upplýsinga fara yfir þessi mál. Erasmus-verkefni sem er á Holt, þetta er 3 ára verkefni sem er samstarfsverkefni 4 landa. Það er Íslands, Póllands, Slóveníu og Spánar og það heitir Through Democracy to Literacy og tilgangur og markmið verkefnisins er að innleiða lýðræðislegar aðferðir inn í skólastarfið, auka þátttöku og valdeflingu barna, auka sjálfstæði þeirra og efla jákvæða sjálfsmynd þeirra. Og það er hægt að þau eru með heimasíðu sem þau hafa sett upp tengt þessu og hún er bara throughdemocracy.wordpress.com þannig að þið getið skoðað þar og mjög skemmtilegt. Hvað varðar 4. liðinn sem er leikskólamálin í Reykjanesbæ, það var svolítið áhugavert að leikskólabörnum hefur fjölgað 10% síðan 2015, 5% á ári sem sagt, og það eru öll 2 ára börn sem fá leikskólavist hjá okkur í haust. Sum þeirra verða rúmlega 2 ára sem er kannski að mínu mati sum kannski alveg að verða 3 ára, skiljið í janúar þegar þau komast að í ágúst. Og ég myndi vilja sjá að þau komast fyrir að þessi sem eru fædd snemma á árinu, en þau komast öll að á leikskóla í haust. Það eru fleiri börn að fara úr leikskólanum yfir í grunnskóla heldur en að koma inn í inn í leikskólana, sem er flott, sem er fínt fyrir okkur þar sem að það er mikil fjölgun hjá okkur í bæjarfélaginu. Þannig að við höfum auka pláss þegar litlu börnin flytja hingað til bæjarfélagsins. Og snemmtæka íhlutunin, það er líka svolítið spennandi. Það er hún Ingibjörg Hilmars, hún kynnti það fyrir okkur, leikskólafulltrúin. En þau eru sem sagt að búa til handbók, Garðasil, Gimli, Heiðasil, Tjarnarsel og Háaleiti. Þar sem að þau eru að fara yfir hvað ferli fyrir stað þegar grunur vaknar það að barn sé ekki að fá næga málörvun og sýna einhver frávik í málþroska. Þannig að vonandi er þetta til að svara þínum spurningum. Við bara tökum þetta til okkar og reynum að bæta úr fundagerðanum hjá okkur. Nú það hafa ekki fleiri beðið um orðið. Þannig að ég ber þessa fundagerð undir atkvæði. Þeir sem samþykkja fundagerðina gera svolítið gefamerki. Og þetta er samþykkt 11:0 og þá er dagskráin tæmd og ég geri hlé á fundinum þar til að við höfum farið yfir fundagerðina og hún verður lesin upp.
Nú mun Hrefna ritari lesa upp fundargerð. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 16. maí 2017 kl. 17. Viðstaddir Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Fríðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristján Þór Jakobsson, Helga María Finnbjörnsdóttir, Ingigerður Sæmundsdóttir, Jóhann S. Sigurbergsson, Alexander Ragnarsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti aldarforseti bæjarstjórnar Gunnar Þórarinsson í fjarveru forsetana. Fyrsta mál eru fundargerðir bæjarráðs frá 4. og 11. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tóku Fríðjón Einarsson, Alexander Ragnarsson, Böðvar Jónsson, Helga María Finnbjörnsdóttir, Kristján Þór Jakobsson og Gunnar Þórarinsson. Fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Böðvar Jónsson og Kjartan Már Kjartansson. Samþykkt var að vísa til bæjarráðs með 11 atkvæðum 29. lið frá afgreiðslufundi byggingafulltrúa nr. 229 í máli nr. 1 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. maí 2017. 13. liður í fundargerðinni Nesvellir deiliskipulag frá bæjarstjórn er borin upp sérstaklega til atkvæða og var samþykkt með 11 atkvæðum. 14. liður í fundargerðinni Greinidalur 2-12 skipulagsbreyting er borin sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktur með 11 atkvæðum. 18. liður í fundargerðinni Hlíðahverfi deiliskipulagsbreyting var borin upp sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktur með 11 atkvæðum. 21. liður í fundargerðinni Dalsbraut 9-11 lóðarsameining var borin sérstaklega upp til atkvæða og samþykktur með 11 atkvæðum. 25. liður í fundargerðinni Reynidalur 3-13 fjölgun íbúða var borið sérstaklega upp til atkvæða og samþykktur með 11 atkvæðum. Guðný Birna Guðmundsdóttir lýsti sig vanhæfa undir 11. lið. Fundargerðin samþykkt 11:0 að öðru leyti. Þriðja mál er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 2. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kristján Þór Jakobsson og Gunnar Þórarinsson og fundargerðin samþykkt 11:0. Fjórða mál er fundargerð velferðarráðs frá 4. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tók Kolbrún Pétursdóttir og fundargerðin samþykkt 11:0. 5. mál er fundargerð menningarráðs frá 11. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tók Baldur Guðmundsson. Fundargerðin samþykkt 11:0. 6. mál er fundargerð fræðsluráðs frá 12. maí 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Alexander Ragnarsson, Kristján Þór Jakobsson og Helga María Finnbjörnsdóttir og fundargerðin samþykkt 11:0. Nú, þar með hefur fundargerðin verið lesin upp og ég ber hann undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni, gjörðu svo að gefa merki. Allir samþykkir, hún er því samþykkt og ég segi hér með fundi slitið.